Já, þetta svo sagðir, þetta síðast þáttu fyrir frí. Já. Við tökum júli í frí. Já, frí í júli, mætum svo aftur í ágúst. Já, og já, ég heyri að þú ert ferskusteindi. Já, bara mjög. Ég bara... Gætir ekki verið veðri? Eiginlega ekki, það komið veður og já, það svona nett vor í pungum. Já, það loksins ekki rigning. Já, það loksins ekki rigning. Það þurft úti. Já, og líka bara ég alltaf gladur. Egil, hvernig ert þú? Hvað segir Gilsarinn? Ég hef ekki verið betri. Aldrei? Nei. Ok, gott að heyra. Þú sagði þetta geispandi, sko. Ég var að tegja mér. Ég var að tegja á my muscles. Það að tegja vöðinum. Já, þetta svo mikið af vöðum. Tegja þar og bara svona shit. Það tekur í, við ekki ná. En leiðilegt bara fyrir hlustendur, vorkinni hlustendum. Hvað á fólk að gera núna föstum til 4 og 6 næstu? Það náttúrulega HM klárast í júli og svona, þannig að þetta í lagi. Já. En við erum nú ekki löngu frí, 1 mánuður. Já, þetta smá frí. Já, smá frí. Og hlýtur að lifa það. Vonandi. Trú ekki öðru, en við erum með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum svona að enda þetta svona fyrir sumafrí á þessum föstu þekktu liðum. Og já, það til dæmis myndur fyrir cash hérna eftir. Það eru sturlar, það eru augljósar, það íslensk slúður, það spurt og svarað frá Gilsaranum. Sko, slúðrið brakandi fest í dag. Sverrir Bergmann þarf að koma enga og syngja fyrir okkur, þannig að þetta einhvern veginn, bara svona back to basics í loka þætti. Já, og mér finnst það, mér þykja væntu það. Já, ég líka. Mér þykja væntu það. Og já, ég verði að koma inn á það að slúðrið brakandi fest í dag. Það íslensk slúður og já, fólk svona íslensk celeb í gæsalöpum með allt lóðrétt. Það verður þannig bara í hverju viku hjá. Mér finnst þú alltaf verið að segja það sama. Nei, sko, þetta rosalega vont svona á sumrin. Þá finnst mér eins og allir sé að missa sig aðeins. Einhverju töframenn í þessu í dag? Vistu, já, það verður þannig. Það þannig. Það töframæður í dag og ég ætla nú ekki að gefa mikið upp, en það ég vona bara að sé Bjarni þá einhver eða svona. Ég ætla nú bara ekki að gefa neitt upp. Það töframæður hérna eftir og þeir náttúrulega geta skitið eins og aðri, sko. Þeir eru ekki heilægir. Það rétt, við getum öll skitið, en það föstudaginn 27. júní og þetta verður flottur þáttur. Það búið að vera loksins pása, þannig að núna HM ekki að eyðileggja fyrir okkur. Það rétt. Því að það loksins pása þar fyrir 16 úrslitin og já, Steindi, nú þegar að spyrja þig, ertu búin að fylgjast vel með? Já, mjög vel. Þú horfum mikið á HM? Já. Þú, Pulla og Dóttin? Já, nánast alla leiki. Alla leiki? Já, og hvað þitt lið núna? Mitt lið eru hollendingar. Ef hollendingarnir klikka, þá það Bandaríkjamenn. Já, ok, það meiri líkur að Bandaríkjamenn klikki heldur en hollendingar. Já, ég veit það, en það svona, þú veist, það svona mitt varalið. Já, okkar menn englendingar dottnir út, Egill. Hvað þitt svona lið nummer 2? Ég að spá í að velja Holland út af því að vera með Van Gaal sem okkar manager. Þetta bara langt skemmtilegasta liðið. Verður okkar manager á næstu árum. Já, og Percy. Og Percy og eitthvað. Já. En síðan ég einhvern veginn ekki búin að negla minna eitthvað eitt lið, en ég ætla að hallast á Hollandi. Þetta allt opið. Já, en ég bara ekki voru ykkur að skiptum stöð, kæru hlustendur, því að veislan hafin og við ætlum að byrja þetta á Beyoncé Knowles, eins og hún kallaði sig. Lagið Pretty Hurts. Ég hef bara ekki heyrt þetta lag, held ég. Auðvitað byrjum við þetta Beyoncé. Já, en það ekki fínt svona á fyrstu degi. Jú. Pretty Hurts. FM 957, það 95 blöð sem með ykkur frá 4 til 6. Það Steindi June, Öddi blöð og Egill Gils og það komið að brakandi fersku erlendu slúðri. Það rétt, þú ert með íslensk slúður og eftir. Akkurat. Ég með erlend slúður og ég með svona ágætis pakkandi ykkur. Ok. Því miður ég ekki með Ég fíla þessa hreinskilni. Já, ég ekki með neina fréttir af einhverjum deadbeatum sem að þú vilt heyrum. Nei, eftir að segja að Woody Harrelson og Michael Culkin, það enginn að það. Wesley Snipes. Macaulay Culkin, nei, hann bara ekki verið í slúðri held ég í nokkur ár, Steindi, sko. Ennþá í heroinu? Hann sannlega á dælunni. Hann hefur litið betur út kallinu, við gjörðum það þannig, allavega svona með myndirnar á hann. Það var gaman samt að heyra, sko, ég var í alvörinu til að vita hvað frétta á hann. Ég var að horfa á Home Alone daginn. Hún alltaf góð. Hann algjörst krút. Já, það svona eina af þessu jólamyndum sem ég tek alltaf. Die Hard 1 og Home Alone. Já, og líka Jingle All The Way með Arnold Schwarzenegger. Sjálfsögðu verður hún það ekkert í Love Actually eða? Nei, svolítið einn í því. Hún of soft. En hvað, já, þú veist, og líka bara Ronny Shaikali, köruboltamaður og Miami Heat sem DJ þetta, Cooley og hvað að frétta á þessum mönnum? Ég veit það ekki, en ég get hins vegar sagt að Robert De Niro, hann fylgist vel með heimsmeistarakeppninni í fótbolta og hann var í tökum núna að vera að taka upp í Brooklyn, einhverja nýja mynd með honum, hann leikur í ansi mörgum myndum þessa dagana, en hann heimtaði að krúið myndi finna staða sem hann getur hort á
sko Bandaríkin Þýskaland og neitaði fyrir að vinna fyrir leikur á búinn, þeir fundu fyrir hann bara í einhverju heimahúsi og kom bara hérna eitt sem að vinna á setti, ekkert nafn hérna og sagði bara, ég með Robert De Niro, má hann horfa á seinni hálfleikinn með ykkur og fólki náttúrulega bara í húsinu, bara í Brooklyn, New York, já þannig að Robert De Niro var að horfa bara með ykkur fólki í Brooklyn á seinni hálfleikinn. Hann víst mjög nettun á ekki, sko, hann að mæta í partí og vaska upp, sko. Já, þetta var no-brainer, hefði komið heim til mín og spurt hvort að Robert De Niro mætti að horfa seinna alveg með mér. Sko, þetta það sem ég er svo ánægð með þetta, að fá Bandaríkjamennandi inn og sérstaklega þeir sem komin í 16. úrslitin, að þannig Bandaríkjamenn actually farin að fylgjast með fótbolta núna. Já. Og þetta ímynd ykkur, ef þið kemist í 8-lega eða kannski 4-lega, þá sko Hollywoodmyndir bara mótið. Robert De Niro, þjálfarinn og Já, getur farið að fá eitthvað svona hetjumyndir af landsliðinu. Já, eitthvað svona alvöru myndir sem sem kannski enginn hefði gaman að nema ég. Ég vona að kannin gangi vel. Að við tekja til hvað Rihanna að twitta mikið mótið það. Hún gerir ekki annan að twittum heimsmyndarkeppnina. Hún er all in fyrir að kemla fótbolta. Já, annarkvort hún allsber, reykjandi jónur eða horfa fótbolta. Já, þetta það sem hún gerir allavega samkvæmt Twitter reikningum hennar. Jared Leto, fallegasta grænmetisæta heims, var verið að velja það til hamingju með það. Peta var að nefna hann. Hann er mjög falleg græmmetisætur. Ég trú ekkert á græmmetisætur. Ég held að allir sé að laumast í kjött. Já, ég skil það ekki en ég virði það. Hann er bara græmmetisæta. Já, hann er græmmetisæta og valinn kynþákafylsta græmmetisæta. Það get ekki fengið sér steik og raut. Já, bara jólin eða humar og hvít með. God damn it. Þetta er bara lífið, það er bara búið. Þú getur ekki orðið kynþákafylsta græmmetisæta. Nei, ég er líka professional bodybuilder. Þú þarf að borða mörg kíló kjöt og dag. Já, þú þarf kjöt. Þú þarf þitt kjöt. Glemdu því. Og sést nú bara á því að steinda að þú ert ekki græmmetisæta. Ég hata ekki að grilla með steik. Ég hata það ekki, ég viðurkenni það. Og svo er Rob Lowe, vinnur okkar, hann er í Tommy John, hann er í Frakklandi og það Hver er það til dæmis? Það er þvílíkur meistari. Þú veist alveg hver það er. Rob Lowe. Rob Lowe. Þú potið sé hockey-myndina með honum sem var vinsál fyrir ykkur 25 árum. Þú veist alltaf að Tiny Little Baby þá. En svo er ég með í lokin, þetta er náttúrulega þér hérna Steindi, það er að koma ný Beverly Hills Cop mynd. Það er mjög líklegt að hún komi út í mars 2016 og Eddie Murphy er Eddie Murphy? Já, er hann hana. Þannig að þetta er sennilega sko, þetta verður þá fyrsta myndin sem hann gerir sem er góð síðan bara síðan að gerði hinnar. Ekki drullið við Eddie Murphy on my watch. Hvað er hann búin að vera að gera undanfarið? Bara good shit hluti. Hann má muna sem fífil færi, eða ekki? Þú mátt ekki miskjala með þetta, minn maður en að vera doktor, Dolittle og okkur svona. Já, frábær mynd. Já, Dr. Nas og eitthvað svona, hvað hétt hann að gilmyndi með hann? Og Tower Heist var good fucking shit. Tower Heist var alltaf læg. Og síðan hann fyndi sem Shrek líka, hvað er það ykkur? Já, hann góður sem astnin í Shrek. Meet Dave. Meet Dave? Nei, hvað, Meet Dave? Af hverju hættur ekki bara? Þetta er stundum með þig, þú veist ekki hvernig þú átt að hætta. Það er stundum eins og fara á MDB á kvöldin heima í þér. Veljir einhverja myndir sem fá ekki herra en 4,5 í engun og downloadu þeim. Hvað er Meet Dave? 4,9. Solid 4,9. En mér finnst þetta hressandi. Það er reyndar ágætt að vera að horfa á myndir sem fá svona liðlega dóma því þá verður ekki vonsvikinn. Svo er ég líka inn á Vísi, ég var að fara inn í hvort ég var að missa einhverju sem er á Íslandi en það er nú bara svona aðal slúðrið að Sara Unique gerði síðan status á Facebook í desember í fyrra. Þannig að það er svona aðal slúðrið. Sýttu hvað það segja? Sara Lindi Unique gerði síðan status á Facebook í desember í fyrra samkvæmt Vísi. Sara Unique? Reisa fréttina. Þannig að þetta er svona helsta slúður í dag. Hvað er þetta eitthvað klikkaður? Hvað er þetta að tala um? Þetta er bara frétt. Hvað er þetta að tala um? Þetta er bara hérna. Frétt á Vísi? Já, stendur þetta. Gerði síðan status Facebook í desember fyrir Sara Unique. Jésús minn almatur, þetta er að... Við erum komin í rögli. Nei, þetta er bara... Næsta good shit frétt. Áskerið tölvuleistanum hefur vist ekki farið á Facebook heldur bara síðan í nóvember í hittinu. Þetta var alltaf slúðurpakki dagsins og svo er hægt að bæta því við að Macaulay Culkin hann er á dælunni, hann er vonandi feskur einhvers þar og Ásgeir í tölvulistunum er í sumafrí. Ég er alltaf að bíða eftir í að einhver úr Ísland Got Talent fara á dæluna. Akkur? Nei, mér fannst bara svona líklegt að einhver svona Hvað ert að gera núna? Ég veit ekki. Við skulum bara fara í auglýsingar áður en hann skýtir meira sem svo er það myndinni fyrir cash. FM 957 og Ballerína kynna HM í keksbyrnu.
Taktu þátt í skemmtilegum leik þar sem þú getur unnið 100.000 krónur í beinhörðum peningum. Það sem þú þarft að gera er að taka upp myndband af sjálfum þér þar sem þú vippar ballerína keksköku frá fæti eða hné og grípur með munninum. Myndbandi sendir þú inn á Facebook síðu Ballerína Keks á Íslandi. Síðasti skiladagur er 17. júlí. Athugið, við gefum fullt af aukavinningum auk þess að allir þeir sem að leysa þrautina fá bíómiða. Kynntu þér málið á Facebook síðu Ballerína Keks og vertu með FM 957 og Ballerína á HM í keksbyrnu. Lífið er leikur með Ballerína. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Langar þig á tónleika dagana 27. og 28. júní. Komdu á Húrra. Framkoma þann 27. Kiriyama Family og DJ Katla. Óibarasta og DJ KGB halda svo gleðinni áfram þann 28. Aðeins 1000 krónur inn. Komdu á Húrra dagana 27. og 28. júní. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Paramount kynir Transformers Age of Extinction. Mark Wahlberg og Michael Bay hafa sameinað krafta sína í stærstu mynd sumarsins. Sumarmynd eins og það gerast hvað bestar. Transformers Age of Extinction komin í bíó. Svalaðu þorstanum á Italiano. 2 fyrir 1 af köldum. Alla föstudaga á Italiano Pizzeria. Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, beint fyrir ofan Smáralind. Sími 55 12345 og italiano.is. Lagðu saman nýjar umbúðir og drykk með svalandi sítrónu og engiferbragði. Það er plús. Bragðgóð lausn. Óskum eftir fólki í viðskipti sem fannst Hakim og Lachimon bestur í NBA. Tal fyrir okkur hin. Við vitum að allt getur gerst, hvenær sem er. Þess vegna er bílahjálp VÍS til taks allan sólarhringinn. VÍS, þar sem tryggingar snúast fólk. Á stöðunni er ekki lengur þörf á að róta í samlokukælinum eftir ferskustu samlokunni. Fersku samlokurnar eru allar 0 daga gamlar. Ef hún er það ekki, og þá ertu með eitthvað annað í höndunum. Stöðin. Undirbúðu komu hans. LGG3. Hann er að koma. LG. Lífið er gott. Sumarstemming á Uno. Opið í hádeginu og langt fram á kvöld. Happy hour milli 17 og 19. Uno við Ingólfstorg. Mikið af flott úrval af flottum barnafötum. Next, Kringlunni. Enginn getur flúið örlög sín. After everything I've given the people, they're still not satisfied. Stærsta þáttaröð sumarsins. We have any idea what's happening here, Bassam? Your father claims that he's defending us from the Brotherhood and the Zionists. Glæný þáttaröð frá framleiðendum 24 og Homeland. Tyrant. Efst á sunnudag klukkan 22:20. Fáður áskrift á 365.is og stöð 2. Margfald skemmtilegri. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6. Þetta er hálf kósi hérna hjá okkur þennan föstudaginn. Þið erum að hlusta á FM 95 Blö og þetta er Sanna Níelsen með lagið Undo. Við erum að nota lögunóttunum. Já, þetta er fínt lag. Þetta er mjög gott lag. Við erum hins vegar í miklu stuði, við erum ekki rólegir í þættunum þó að tónlistin sé kannski pínu róleg hérna. Þurfum við að fara að blasta hana eins meir upp eða? Já, við förum að keyra liðið í gang.
Það náttúrulega hellingur að vera helgina all land, ég veit að það Hörmunettur í Vestmannaeyjum, það Lumudar og Sauðárkróki Við félagarnir verðum á Sauðárkróki á morgun Já, Pétur Jóhann einmitt að skemmta á Sauðárkróki í kvöld, við heyrum aðeins í honum á eftir Pétur Jóhann, Já, við erum að skemmta á Sauðárkróki annað kvöld Langt sinni hirti í Pétri Pétur Jóhann Mikið til að heyri honum Þú ert með balli í kvöld eða ekki? DJ Mössubóð Njálsbúð Síðan gifting á morgun hjá Guðjón Helgi Guðjónsson, bodybuilder Nó að gerast þessa helgina Það bara þannig Það alltaf gerast okkur fyrir En það hins vegar komið að dagskráralið sem heit okkur ég ekki búin að gera trailer fyrir þetta Gerðu trailer Nota sumafríð trailer Nýtum sumafríð í gera góða trailera Þannig að fólki í haust, þau koma aftur inn, fóðu trailera Ég er líka með hugmynd á nokkur nýju liðumstrákar sem ég þarf aðeins að byrja undir Og meira þess að þau eru komið aftur, við komum ekki eins og haust Það ennþá sumar þau eru komið aftur, þau komið aftur í byrjun ágúst Já, 8. ágúst Þannig að þá verða trailerar og hvernig væri trailerum fyrir myndur fyrir cash, er það ekki bara svona vandaði pening Jú Cash Senni gemur svona peningarhljóð Já, og bréfahljóð líka Þetta er bleita forhúð fyrir 4.000 Cash You want some cash Þú ert reyndar sá allra liðaðasti þegar það kemur að trailer I will give you the cash Ég get verið að séð þetta Já, ég sjá trailer Nei, ég skal bara gefa trailer fyrir þetta En það er komið að myndir fyrir pening og já Spurningarnir í dag tengjast allavega tvær þeirra tengjast einni spurningu sem var síðast sem gerir þetta svolítið skemmtilegt því að við erum eins og sögðum án á leiðin í smá sumafrí og já, ég spurði ykkur í síðustu viku drengir, hvort þið myndi fara í bað með pabbi ykkar fyrir 2 milljónir Svo mjög óþægileg spurning Mjög óþægileg Nú er búið að uppgreita þá spurningu peningurinn orðin upphæðin hærri en það er ekki pabbi gamli sem fer með þér í baði Það er múta Mundu þið fara með mömmu ykkar í bað fyrir 8 milljónir íslenska króna Jesus Kristus Það er 4 á kjaft þá Þetta er ríkalega Hvernig bað er þetta að tala um? Bara venjulegt bað heima þér Já, það er sko til Hvað er venjulegt bað? Er það bara svona standard bað Sko, ég kemst ekki einn í baðið heima Nei, sko, ég kemst Það var auðvitað frekar kósi og fyrir mömmu Ég er búin að baða mig Ég er einu sinni reynda Ég fer bara í störtu, sko. Ég kemst ekki í baðið. Þorðið alltaf að segja þetta, en ég kemst alltaf sjálfur í baðið heim hjá mér og... Já, þú ert alltaf miðsvæðan á þér, ég kemst alltaf aukslum. Ég er ekki bodybuilder. Það er alltaf miðsvæðan á stöðu. Sko. En þetta er 8 milljónir, fattar þú? Já. Þetta er enda mjög gott cash. Gætu við setið saman? Þú og mamma henn. Bak í bak, það er lagi. Ætlar að sitja með henni í kjöldu? Nei, ég var að hugsa bak. Já, en bak í bak væri betra, strax sko. Sko, ef ég segi bara, mamma, ertu ekki slopp? Jú, allt klárt. Og hún bara snýsi við, ég sný mig við, bak í bak. Sloppur vinn fyrir niður, sloppurinn hennar fyrir niður. Okkur í baðið. Bak í bak. Já, þau þurfa aldrei að sjá neitt. Nei, böðum okkur bara. Upp í sloppin, farin út. 4 kúlur. Baðið ykkur. Problem solved. 4 kúlur. Sign me up. Þetta er bara komið. Má gera þetta svona? Þú mátt ekki, þú vistir ekki þá. Hvað má ég ekki gera þetta eins og hann ætlar að gera þetta? Nei, þínu. Hvernig þarf ég þá að gera þetta? Verða menn í kjöldunni? Rosalega þetta fer eitthvað. Munduru, ok, þú mættir ekki gera þetta eins og Egil fær að gera það því að hann aðna fann að loophole. Myndur þú baða mömmu þína ef það væri 10 milljónir kannski? Baða hana? Sápana. Hvað meinar þú? Sápana? Hættu þessu maður. Jésús maður. Er þetta já hjá þér, Steindið? Fyrir 8 milljónir, færðu með mömmu þín í bað? Já. Æsilegt. Þetta var nokkuð þægileg spurning, veist það? Þetta er bara, þú veist, minn er það ekki? 4 Jú. En þá er stóra spurningin, hvað myndi mamma eitthvað segja? Hún er búin að fara með okkur í bað miljónsinnum maður. Já, ekki eftir þú hitt puberty, maður. Ég ætla að vona ekki. Mamma mín myndi segja nei. Heldur það? Alveg potið. Hún myndi ekki vilja fara með í bað? Nei. Er lítill flippar í mömmuðinni? Nei, hún er alveg djókari, en hún er voða lítið fyrir að fara í bað, sko. Heldur hún myndi hlæja og myndi fara með þér í bað? Nei, alls ekki, hún myndi aldrei fara með mér í bað. Er það hóla næsta? Mundið vinna sem Chippendale strippari og ferðast með Chippendale strákunum næstu 20 árin eða fengið 2 kúlur á mánuði? Sæna við inn í þetta vel? Já, ég vissi að þú myndi segja já. Þetta er bara... Já, þetta er verið fyrir mig. Ég er með... Ferðast heiminn og rýfur úr og... Með Chippendale, er þetta samt ekki eitthvað svona... Þetta er mikil dans. 20 fárlar hressum gæjum eitthvað... Það er mikil dansi fyrir þessu. 1 gig í viku kannski? Guð, ég ætla að vinna inn og ferðast Bandaríkjum með Chippendale. Ég get kift kannski með Bodybuilder Friend með, eða ekki? Ég er samt með svona, þú veist, holiday weight á mér, sko. Já, ég vil ekki vera leðilegur, en það væri svona eins og þú væri eitthvað svona green opening act á eða eitthvað, sko. Eins og ég væri svona einhver frendin sem fekk að koma að vera með. Þú köttar þig bara niður. Já, ég er það bara kemur í stand. Ég ætla að segja já. Þú ætlar að segja já? Já, ég er ekki feimin við að sveifla bumbunni fyrir 2 kúlur á mánuði. Þannig að þið myndu báðir ferðast með Chippendale Bandaríkjum næstu 20 árin. Næstu 20 árin, sagðu það?
Ég sagði það. Ég verðist að 20 árin. Hvað mennum, við getum ekkert verið... Hvað erum við þá 60 hann upp á sviðinu? 53 allavega. Það ekki eitthvað mikið. 54. Erum mönnum ekki sparkað út af það þegar þeir eru búin að missa detta 8 út af prime og nýjir sexy gæðar fengnir inn? Menn að kæmist ég þá inn eða? Til að byrja með? Ekki augnablikinu, ekki séns. En þú getur svona, ef þú tekur árskött núna. Já. En sko, þetta þýðir bara það, þið þurfa að flytja með fjölskyldun ykkar út bara, ég meina þið eru báður að vera komin með litla fjölskyldu og bara ferðast Bandaríkin næstu 20 ári fyrir tippidelsfyrir bara, þetta er alltaf nei hjá mér. Þetta er fjárhagslegu stuð, svona, þetta er okkur öryggi í þessu. Þetta er fjárhagslegu stuðleik. Þetta er bara, þú getur millifættina 1,5 kúl og fjölskylduna hver mánaðamót og ekkert vesinn. Þetta eru 24 sko, sinnum 200, já þetta er næstu halvu milljarður. Mætti ég ekki skreppa heim milli gegga? Ég er að dansa hérna á laugardegi, síðan fæ ég 5-6 daga frí, get ég ekki bara vippa mér heim og Já, máta. Já, sko, sign me up. Ég sagði já á þetta, já líka. Báður já. Við myndum báður að gera chippindelistri bara. Já. Ok, þá er það síðasta. Ég var eitthvað hérna, ég átti eitthvað erfitt með að semja myndur yfir peninga á hann, ég veit ekki hvað það var. Þannig ég tók bara síðustu spurninguna, hún er svona í anda við fyrstu og spurninguna sem ég spurði í síðustu viku. Nú vil svo skemmtilega til að, Steindi, þú átt systur sem heitir Ásta og er fædd 1980. Já. Egill, þú átt systur sem heitir Hildur og er fædd 1985. Myndið fara með þeim í bað fyrir 10 milljónir. Sko, ég fer núna að setja niður fótinn með þessa baðspurningar. Já, mér finnst það líka sko. Þetta er síðasta baðspurningur. Er sápa í þessu baði? Það má ekki fara baki. Það vona Ásta og Hildur sér að hlusta. En er þetta freyðir? Hvað, ætlar að fara að hafa þetta eitthvað svona kósi? Nei, mér finnst það bara að skipta samt ákveðlega. Já, reynda góða punktur á stóni. Þetta er freyðir bara, þá sést ekki dóni og ekkert vesen. Já, þá átt að svona fela þessi svæði sem eru svona óþægilega að sjá kannski. Nei, þetta er ekki freyðir bara. Nei, þá... Auðvitað var þetta ekki freyðir bara. Er þetta kolbbað? Sem er svona hotbaðkar, svona kolbfáður vinna mikið með? Eða er þetta bara venjulegt bað? Hvað er hann að vinna mikið með þetta? Hann elskar að baða. Ok, byrju, ef þú fengir að fara í bað hjá Kolb, þú og Hildur... Þá strax einhvern veginn meiri möguleik, það meira pláss eitthvað. Heldur að Hildur systir myndi vilja fara með þér í bað fyrir 5 milljónir? Hvað er mikið milljónir? cash hérna aftur? En ég meina, byrju, ertu að segja mig það að maður þarf að fara 5 milljónir fyrir að fara að sækja systir sinna, keyra hana hinn til Ásgeir Kolbs og fara í bað inn og fara í bað hjá honum. Þetta er eitthvað virkilega brengla. En síðan lappar út með 2,5 í cash fyrir þig og fyrir hana. Þetta er ekki... Fínt peningur. Fyrir eina kvöldstund. Eina óþægilega kvöldstund. Er það já eða nei? Þetta eru 10 milljónir. Já, ég er í feeling og ég myndi ekkert hata 10 milljónir, þannig ég ætla að segja já á þetta. Þú farið með sýstin í bað. Já, hún er fleipari, hún myndi alveg fara í bað fyrir 5. Hún fætt 80 eins og ég og Egill. Var þetta 5 á kjaft eða? Já, 5 á kjaft. Sign me up. Þetta er bara mætt, við erum klárir. Þannig að þið myndi báðið fara í bað með sýstur ykkar í 5 mínútur. Er þetta ekki fyrsta skipti sögu? Alla spurningar já. Þið sögðu já við öllu. Er það ekki? Herru, þá verð ég að spyrja þig. En veistu hvað líka skrítið við þetta? Þið sögðu já við öllu, en samt voru spurningar þannig að fara með svo sýstur ykkar og mömmu ykkar í bað og ferðast sem tippindelstrippari. Það voru ekki þægilega spurningar. Við erum bara orðið mjög líp og á þessu. Við vorum eitthvað léttir þetta, ég veit hvað er. Myndið þú fara í bað með 13 ára gömlu frændæðinum fyrir eina milljón? Nei. Nei. Af hverju? Ekki. Ef ég þarf að segja þér af hverju, þá er bara eitthvað aðeins. Með henni kjöldri? Nei, góður, feskur. Ég er bara að spyrja. Búið? Já, ég er búinn. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Vaktinn á heimleiðinni með þér alla virka daga á FM 957. Ætlar í skrabbul helgina. Ég með betri hugmynd. Happy hour á Fabrikunni. DJ Muscle Boy sér playlista. Við sjáum partíkonur og svo skuttlum við þér í bæinn. Föstudag og laugardag frá 10 til 12 á Fabrikunni á Höfðatorgi og Akureyri. Mættu snemma og taktu viniðina með þér. Þeir þurfa á því að halda. Það búið að vera álag á þeim. Hamborgarafabrika. Settiti. Á Italiano Pizzeria færðu 30% afslátt af sóttum pítsum ef þú velur áleggið og 20% afslátt af sóttum pítsum á matseðli. Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, beint fyrir ofan Smáralind. Sími 5512345 og italiano.is.
Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Nú hún komin, hinn heimsfræga hamborgarapizza á Pizza Hut. Pizzan þar sem ostborgarinn bakaður inn í kantinum. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Portishead, Interpol, Mogwai, Ham, Gull og þú á All Tomorrow's Parties á Ásbrúdagana 10. til 12. júní. Egils Gull, Léttul. Komdu á landsmót hestamanna á Hellu í sumar. Frábær matur, skemmtileg tónlist og landsins bestu hestar. Ekki missa af viðburði á heimsmælikvarða. Miðasala á landsmót.is. Sjáumst á landsmóti. Kryddaðu kynlífið með vörum frá tantra.is. Hlíðasmára 13, sími 587 69 69. Útsalan hafin. 40-70% afsláttur. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Mýraboltan við drullum okkur í með flugfélagi Íslands. Vantar þig hjól? Markið með allt fyrir hjólasumarið. Markið Ármúla 40. Samviskuleysa freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Já, þið eru að hlusta á FM 957. Það er ágæðað sem að hlusta á. Já, það var hárrétt hjá þessum Þessum meistara. Já. Og það sem við ætlum að gera núna styttist í sturlar og augljósar staðreyndir, íslensk slúður, spurt og svara og fleira. Það sem við ætlum að gera eins og núna að ringja í mann sem góðu vinnu þáttarins. Hann heitir Pétur Jóhann Sigfússon og staddur á Sauðárkróki. Og hann vildi heyri okkur strákunum. Einn af mínum uppáhaldsmönnum í lífinu. Pétur? Já, Pétur, það er ekki hægt að hata Pétur. Þá bara eitthvað að þér. Ef þú kannt ekki vel við Pétur Jóhann, þá eitthvað skrítið í þínu lífi. Já, halló. Nei, herru, það er Grínrödd. Auðvitað er það Grín. Hver er þetta? Það er alltaf gaman að hringja í kallinn. Ekki þetta Viti Blöð og félagar. Hvernig ertu? Ég er alltaf að hlusta á okkur maður. Það er ekki gaman að heyra ykkur heila á okkur. Hvernig er stemningin þetta hefur? Heyrðu, ég er djöfulega gaman að heyra ykkur. Djöfulega gott að svara með Grínrödd. Það er alveg... Við vorum ekki að búast við neinuður. Það er klassík. Þetta er Gunnþór. Þú vinnur mikið með Grínrættir eða ekki, Pétur? Ég er rosa mikið að vinna með Grínrættir. Orðið núna, ég var ekkert í þessu. Svona, þegar maður er komin yfir fertugsaldurinn, þá fer maður bara sjálfkrafa í þetta. Já, góðan daginn. Það breytist bara húmórinn. Já, það breytist bara. Það er ógeðslega gaman. Hvar ertu staddur? Ég er í Borgarnesi. Ég er á leiðinni. Ertu ekki komin á Sauðárkrók? Nei, ég er á leiðinni maður. Þetta er klúður sko. Ekki klúður en svona, þú veist, ég gerði smá fjölskyldu bara svona ferður. Já, þetta er ekkert eitthvað svona dekkisbrakk og hundurinn á driðgerina og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svona, þetta er fjölskyldan. Ekki svoleiðis, það getur reyndar gert núna bara af því að þú myndist á það sko. Eru þið öll 5 saman að ferðast það? Nei, ég er bara með gömlu með og guttan maður. Já, ok, úlingarnir fara ekkert með í þessi ferðalög lengur, eða? Nei, guðu sér lón. Herru, hvað ert að fara að gera á Sauðárkróki? Ég ætla að vera með uppistand í kvöld á Mælifelli. Ég var í Eyjum í gær, mjög vel hérna. Æsilegt. Á stað sem heitir Háaloftið og svo hérna Mælifelli í kvöld og sko Suðureyri annað kvöld. Þannig að þú ert farin af Sauðárkróki þegar við Steindi og Jón Jónsson komum á morgun. Er þið að koma á annað kvöld? Já, ég verð farin. Það er ekki konan bara að fara að keyra heim? Þú fær far með okkur? Já, væri það ekki gáðulegt? Við getum skoðað þetta eitthvað. Já, við getum alveg græja það maður. En hvaða staður er þetta? Mælifell? Já, Hótel Mælifell. Ekki horfa með hana fyrir þegar svip á mig. Vita allir hvað staður þetta er. Vita allir hvað staður þetta er. Ekki tala lítið krókinu Hótel Mælifell. Þetta er alveg, þetta er bara, sko, drengir, þetta er fæðingarstaðurinn minn. Já.
Ekki þú sauðkraklingur líka? Jó. Ég á leiðinni heim. Hann er sauðkraklingar. Hann á leiðinni heim. Skáður á. Já. Ég með fréttir fyrir þig, Pétur Jóhann. Ertu sitjandi? Já. Góða fréttir. Þetta er ekki slæma fréttir. Þannig að búðu undir góða fréttir. Ég ætla að láta þið vita að ég er að fara að launcha minni fyrsta pistli á Bro Science í kvöld sem mjög virt bodybuilding síða og ég læt 69 stellingun okkar inn á hana. Þannig að ég tók ég í standið 69 daginn. Já, ég ætla að vona að það hefur eitthvað fyrir eitthvað sjónvarp eða eitthvað. Það hljómar alveg hrikalega, voru bara 2 einhvers staðar. Já. Það var fyrir sjónvarp sem við farin á hausinn. Það var good shit, ég ætla bara óskall að hafa mikið með það. Gils náði að henda sjónvarstöð á hausinn með standandi 69. Já, eftir það var það beint niður. Standandi 69 stelling gerði þetta reiðinni að fullu þessari stöð. Klukkan kan byrjar Pétur á Hotel Bellefell? Það er 22, húsi opnar 21.00 og ég byrja 22. Glæsilegt, ég hvet alla sem eru á Sauðárkróki eða í grændinni að kíkja á Peter Joe henni. Og hvenær fá Reykvíkingar, hvenær geta þeir komist á sjó? Ertu að spá ég að taka sýninguna til Reykjavíkur? Já, það getur vel verið, það er góð spurning. Já, taka Háskólabíó? Já, kannski maður. Það er góð hugmynd. Háskólabíó, ekkert minna. Nei, ekkert minna. Nei, hafa þetta bara grand. Já, það er ekki bara höllina, lögahöllin maður. Það er ekki Halldór fyllir hana ári hverju. Pælið því maður, 5.000 manns og uppistand. Jólagesti Péturs bara. Ég fæ að vera með þér í því. Já, ég tek eitthvað líka. Ég verði til að það, ég verði til að það. Hörru, ekki hana Gilseneggar. Já. Þú ert ekki að fara að setja þetta myndband eitthvað og bara þú þarft að greiða mig fyrir þetta. Sko, þetta er að fara á mjög virta bodybuilding síðu. Það er aðalega bara kanar þarna. Ég tala mjög vel þið þarna, sko. Kanin áttur að elska þig. En er þú ekki rosa heitur í einhverjum gay heimi í Þýskaland og eitthvað svona? Ég var að heyra það. Akkur það koma Péturna í það? Ég er það, ég veit ekki hana. Þetta var að koma mér í það. Sko, þú er alltaf verið svona nettoyboy. Já, þegar ég tek mitt... Ég er bara fjölskyldum aður. Sko, hlustaðu núna, Peter Joe. Þegar ég tek mitt fyrsta gig á okkur Hommabar í Germany, sem er tímaspörsmál, þá verði ég í leðurbuxum, svo svona opið fyrir rassinn og eitthvað. Ég þarf að hafa eitthvað svona lítinn, feitan leðurgæja á kantinn. Peter Joe Hain. Já, það var náttúrulega bara einn sem kefti greina fyrir Joe Hain. Já, en ég menna það er sko, þú veist, þessi kultúr er líka sko, þetta er sko, þú veist, það þarf líka svona, þetta kalla svona bear, gay bear. Það er svona... Gay bear. Já, það er með ákveð, þú sko smelt passar í það er svona... Ég veit það maður. Svona, þú veist, menn sem eru þéttir og með góða skeggrót og svona ófeimnir. Ég veit það maður, þetta er alveg hárið rétt. Ég geti látið vaksa á mig, látið bara mér vaksa skegg. Ég gerði það nú síðasta sumar, fór mér að hosa vel. Já. Þú myndur aldrei flokka sem feimin þegar kemur að svefnherberginu, eða Pétur, ertu ekki... Ó nei, gæti minn. Engin feimni þar. Nei, þetta er kynvera, mikil kynvera. Það er svolítið þitt svæði. Já, þetta er líka bara eftir að Gilsan kendi mér standandi 69, þetta bara breyti lífið minn. Já, glæsilegt. Við erum að taka standandi 69 allan sólarhringinn. Góða skemmtun á Sauðárkróki kvöld og skila kveðju. Og það var gott. Veistu hvað lag ég ætla að setja á fyrir þig? Hvaða lag? Hlusta. Hanna? Þetta er lagið hans Péturs. Það var gott á króknum. Takk fyrir. Já, þetta var Pétur Jón Sigfússon sem er með sýningu á Sauðárkróki í kvöld. Hér eftir smástund íslenskt slúður. Þá fá að vita hverjir er að skýta á sig. Nákvæmlega. Komið að dagskrárlið sem hefur verið með FM 95 blöð lengi. Já. Og verður aldrei þreytur. Von ekki. Nei. Okkur finnst það skemmtilegur. Já, ég fíla og það eru sturlaða staðreyndir og þær eru góðar í dag, mjög góðar. Ég passaði með að velja hérna gott kaffi að þetta er síðasti þáttur fyrir sumarfrí. Já, vel sturlaðar. Já, og gaf mig góðan tími í þetta í dag og er þið hérna með nokkrar mjög skemmtilega sem ég held þið fíli. Er þið tilbúinni? Ég er klár, já. Svo ert þú með augljósur á eftir eða ekki? Jú, það eru sem að hafa með þess að vera í smá pásuður, tókst það ekki síðast, þú tókst það reynda þar síðast. Já, og ég ætlaði svona bara að leyfa mér að taka þér í dag og svo sennilega bara aldrei aftur. Nú er bara síðust augljósu staðrinnar í dag? Nei, það bara fer eftir hvernig, ég veit það ekki, jafnvel. Okay. Ég ætla að hafa þetta allt opið. Ég skil þig. Hér kemur fyrsta sturlaða staðrind dagsins og hún hljóðar svo. Elsti dildó sem fundist hefur er yfir 28.000 ára og fannst í þýska héraðin í Svabía. Já. Einu sem ég fór að hugsa þegar ég var að skrifa þessa niður. Já.
Hvernig vissu að, veist, er það alveg, er þetta staðfesta það, þetta verið notað sem hjálpatæki? Já. Það er notað að nota ýmislegt sem hjálpatæki. Það þarf nú ekki að vera keypt út í búð, sko. Nei, maður gerði sjálfur einhverja tilhörni þegar maður á götti, sko, en þannig að... Með hvað? Ég ætla ekki að fara eitthvað mikið út í það, en til dæmis, veist, en er alveg pottið að þetta hafi verið, skilur þú? Nei, býttu, hvað djöfum varst að gera það? Næ, það voru allir, ég var ekkert svo eini sem að... Lást á gólfinu og eitthvað svona? Hvað varst að gera? Bara einhverja tilraunir, hérna 28.000 ára. Já, ég meina Akkur horfa á með þessu, ég sé þið pervert. Gerði ekki allir einhverja svona Við varum bara til að heyra Ég var bara í Kópavogi í skotbolta, sko. Ég veit ekki hvað þú ert að gera á Kópavogi. Ég varst ekki til Kópavogi í skotbolta. Lástu svona gólfinu, varst það ímyndar að væri að stunda kynlíf? Það var bóttið einhvern maður dottin, já. Ég myndi borga cash fyrir að sjá það vídeo að blöð. Nutta er í parkettið. Nei, ég veit ekki hvað varst að gera. Ég er bara gíska. Nei, ég ætla ekki að fara út í það. Nei. En allavega þá er, elsti dildó sem fundist yfir 28.000 ára. Frekar gamall. Frekar gamall. Og svo er hér, það er bær í Austurríki sem heitir Fucking. Fucking. Já. Og þess vegna heitir bærin Fucking Austria. Það er rosalegu bær. Já, þú getur googlað hann, sko. Já, ég var að því. Fucking, Austria er hérna bara á... Akkurat. Þannig að það er bær í Austurríki sem heitir Fucking. Myndur þú vilja fara þangað, Egill? Ég myndi vilja heima þann. Hvað er þetta heima? Fucking, Austria. Já, það er svoleiðis. Já, þú byrjir bara þar. Svo er það næsta. Það er hægt að vera með óðnæmi fyrir hreyfingu. Já, ég er alltaf að segja þetta. Já, þú ert ekki með óðnæmi fyrir hreyfingu, þú ert bara latur. Nei, ég held ég sem er bráðanum fyrir hreyfingu. Nei, ég trúi ekki. Ekki? Ég held að það sé agalegt óðnæmi til að vera með, svona öllu garni sleftu. Það get ekki hreyft sig. Það fer eftir hvað, sko, meina máttu þú hlýtur að með að fara í göngutúr. Já, maður veit ekki. Nei, það er samt hreyfing. Já, það er ekki bara að vera að tala svona öfgakeislu. Já, en ég með þetta, sko, ég fór að skoða þetta, og það er oft sem ég er að gera störtlega staðrindin, þá leiðir ein svona staðrind yfir á aðra síður og svona. Já. Og það gerist í þessu tilfelli líka, þá fór ég að skoða fleira svona óðnæmis dæmi, og það er til dæmis, það er fólk sem er með óðnæmi fyrir sæði. Já. Það er til dæmis ekki gott, og þú getur ekki fjölgaðir og svoleiðis leiðindi. Já, þú meinar. Já, það er líka bara, það er ekki svolítið erfið afsökun. Ekki skára það að segja og setja með hausverk að... Jú, bara setja óðnæmi fyrir... Mér langar að sofa hér. Já, það er ekki en ég með óðnæmi fyrir því. Já. Það er bara þannig. Hausverkurinn er alltaf klassísku bara. Já. Svo er hérna, það er maður í Íran sem hefur ekki þvegið sér í 60 ár. Já, ég byrja nú að segja okkur myndir af þessu. Og hann á heimsmet. Það er að skein hún. Hann er dröllu skítur, er það ekki... Já, bara segja sér sjálft, það er viðbjör. Já, liggur í... Já, og baðaði ekki í 60 ár, það getur ekki verið góð líkt að þér. Nei, en líka með finna alltaf að þrýfa sér sjálfu, sko. Já, reyndar. En skeinir það sér það? Greinlega ekki. Skeinir það sér ekki? Ég veit ekki. Hún hlýtur að klæja þá svolítið í rassinn. Já, bara klæja allstaðar, myndi ég halda. Þetta er svona lykilatriði, skeindu þér og sturtaðu þig. Basically allt annað. Já, bara... Þetta er skref eitt í lífun. Það er svona hluti sem þurfa að vera í lagi. Þvoður. Já, að sjá daglega umhyrðu. Já, það er hámark letirnar að nenna því ekki. Já. Þú ert nú tæpur það stundustendi, en það er aldrei vond lykt að þér. Nei, hvað minnur það er aldrei vond lykt að þér? Nei, ég er að segja, það er aldrei. En býttu nú við, stoppum með þess. Þetta að segja að ég sé latu að fyrir sturtu heima hjá mér. Nei, þú ert svona nettur haugur. Þú tekur ekki þinn tíma í sturtu, það ekki? Jú, mér finnst rosa fínt að sko bara svona hanga í sturtu. Já, grunaði það. Syngja og hugsa. Íkornar kissa maka sína alltaf góða nótt. Og ég er að komast alltaf meira og meira því að íkornar eru mjög góð dýr. Líklega krútlegasta staðarinn sem ég heyrt. Já, þetta er mjög krútlegt. Það er eitthvað sem hefur verið að njósn íkorna og tók eftir því að þau kissast alltaf að þeir fór svo. Já. Nógar í íkorna núna. Já, ég var alveg til að eiga eitt baby squirrel. Já, ég líka. Bara alan upp heima, sem vinn minn. Já. Svo er það hér, árið 1916 var heimsmeti í bekkpressu. Þessi er sérstaklega tekin fyrir þig. Hvað er með þetta? Egill. Árið 1916 var heimsmeti í bekkpressu 164 kíló. Í dag, tæpum 100 árum setna, er það hins vegar 453 kíló. Já. Það er aðeins búið að bæti í. Já. Það eru næstu bara 300 kíló á það milli á 100 árum. Ég hef líka alltaf sagt það, þeir sem eru sko í ræktinni mikið og sérstaklega þeir sem eru að keppa og svona, það er metnaðarleysi að vera ekki að dæla í sér styrum. Nei, metnaðarleysi. Hættu þessu. Alls ekki, ef þú gerir ekki annað en að vera í ræktinni daglega, dældi í styrum. Nei, það vittir hættulegt og eitthvað.
Það er ekkert vist að þessi gæði sem bekkja 440 ekki stera kannski er hann bara náttúrulega mjög góðan trísepp Já, bara ótrúlega svona heppin genalega sem Það er ekki að segja, menn að sé líklega svona 250 kíló sko Já En sko Þetta er mjög impressive Hvað áttu í bekkill? 167,5 Þannig að þú verið að taka það 1916 þá ættu þú Heimsmetið, pælti því Getið ég fara aftur í tíman eða? Ég held ekki Þá var ég maður Svo er það reyndar eitt smá vesen Ok, ég tek þetta hana 1916 Ég get ekki sem setta á YouTube eða neitt Ég get ekki sem setta á Facebook Allir var að henda henni Fólk skal bara treysta henni hér Það er hendið ykkur brefdúur og Það er bara að senda ykkur að dúu með skilabóð Kællingarnir myndir koma alveg brálaður Jason Segel, Russell Brand og fleiri stjörnur eru með leyfi til þess að gifta fólk og hafa gift vini sína Ég væri til í að geta gift Já, en sko málið er, þetta er pínu annað ef að til dæmis, eins og Kaninn og Breiðin þeir elska svona celebrities að núti Þetta er ekkert svona á Íslandi, þú færði ekkert þó að besti vinuðin sé Steindi Junior, þú færði hann ekkert til að gifta þig, sko En ég minna, væri samt ekki, þú veist, það væri svo gaman að geta gift Er það ekki? Já, en hver heldur að vilja láta þig gifta sig? Af hverju lætur þú svona? Nei, ég er að tala það myndi engin vilja heldur að ég myndi gera það Egil myndi kannski vilja fá mig til að gifta sig Já, ég reyndar sko Hljótu bræði ekkert sérstaklega mikið mótið Það er svona ykkar dagur og þú stendur hann einhvern veginn og ert þá ekki pínu að stela svolítið frumuna Það er gaman að sjá hann í prestabúringnum eitthvað Ég segi það, ég væri með hempu og svona vesen ég veit það ekki, en þú veist, jú, þetta er náttúrulega sko dagurinn þeirra, en er þetta ekki líka að fara að þróa svolítið, þetta er náttúrulega snýst veisluna og þetta verður að vera gaman Já, maður reyndar ég allar að það vera prestur og veislustjóri Já, það er maður tveið fyrir einni Já, ég segi það Þá er ég til Þetta er hræjódýrt Já, það eru tvær eftir, Sylvester Stallone var í rúma viku á sjúkrahúsi eftir högg frá Dolph Lundgren í bringuna við tökur á Rocky Wow Það sé ekki Dolph Lundgren er líka one hell of a man Já, og það var sem sagt hann var á þvílingum bömmur eftir þetta Dolph Lundgren, en Sylvester Stallone var það ekki því hann vildi að höggin yrði sem raunverulegust og já, höggið sem að hann slast hann á var með þess að nýtt í myndinni Ok Já, Sylvester Stallone, hann var ekkert að fíblast, hann var að gera Rocky á sínum tíma Svo er það síðasta stjörnustafurinn dagsins, það er veitingastafur í New York með 10 ára biðlista einhver snobbstaður 10 ára biðlista Já, okay, þannig að við höfum plana það Það er helviti langur biðlista Við félagar alltaf út að geta Við bókum borð 27. júni 70 þegar við fyrir móta borða 2024 Ef að panta borða það? Já, ég get tekka þessu Þetta voru sturlar staðarendir þennan, já, föstu daginn, hér eftir smá er ekki Íslands slúður klárt og hvað ætlað þú að vera með spurt og svara? Þetta er allt brakandi fest Hárið epplu Ætlað ekki líka Sverri Bergmann að koma inn og syngja eitt föstudagsslag? Nú er ég Gameboy Alltaf gerast Spilaðu á ættarmótum, mini-ættarmótum eða bara á pallinum upp í Gústa. Fáðu alvöru minute-to-winit þrautir í vegabrifi N1 og farðu með fjölskylduna í keppnisferðalag allt land. N1, hluti af ferðasumrinu. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Hverjir vinna HM? Ekki hugmynd, en hins vegar vitum við að þegar það er HM þá er tilboð á Dominos og það er sko ekki að verri endanum. Stór pizza, matseli, 2 lítra gos og gott að eigin vali á aðeins 2.699 krónur ef þú sækir. Og pakki af HM fótboltamyndum fylgir með. Þú pantar á dominos.is með appi eða í síma 58123445. Dominos. Langar þig á tónleika dagana 27. og 28. júní. Komdu á Húrra. Framkoma þann 27. Kirihama Family og DJ Katla. Óibarasta og DJ KGB halda svo gleðinni áfram þann 28. Aðeins 1000 krónur inn. Komdu á Húrra dagana 27. og 28. júní. Viltu samloku frá því í gær? Komdu þá í gær. En ef þú vilt dænýja samloku, þá getur komið í dag. Já, eða bara núna. Stöðin. Undirbúðu komu hans. LGG3. Hann er að koma. LG. Lífið er gott. Lán eða ekki lán. SMS í 1909
eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. HM á Hamborgarafabrikunni. HM tjaldið á útisvæði fabrikunar í Kringlunni. Allir velkomnir í Borgara og Bolta á meðan pláss leyfir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, Kringlunni og Hótel Kea Akureyri. Portishead, Interpol, Mogwai, Han, Gull og þú á All Tomorrow's Parties á Ásbrúdagana 10. til 12. júli. Egils Gull, Jettul. Paramount kynir Transformers, Age of Extinction. Mark Wahlberg og Michael Bay hafa sameinað krafta sína í stærstu mynd sumarsins. Sumarmynd eins og það gerast hvað bestar. Transformers, Age of Extinction, komin í bíó. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís, rétta bragðið. Vertu velkomin í IKEA. Hjá okkur færðu glös, diska, teppi og púða í ljúfa lautarferð. Syndu inn í sumarið með IKEA. Þar sem Ölver 30 ára í sumar verður frábært afmælistilboð á öllum leikjum HM. Kaldur á krana á aðeins 600 kall. Ölver. FM 95 Blö á FM 957. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Egill Gils og Auðun Blöndal með þér á þessum glæsilega föstudegi, síðasti þáttu fyrir sumafrí. Já. Svo mætu við aftur feskir í ágúst. Helfeskir. 8. ágúst, það ekki rétt um mér? Jú, það einhvað smá vesen með þjóðatíða þáttin okkar núna, en já, það mjög líklegt að við mætum aftur 8. ágúst, annars 1. ágúst. Já, ok, en við verðum allavega feskir. Alltaf feskir. Útkvíldir. Og það styttist í að Sverrir Bergman kíkja okkur, hann alltaf kveðja okkur fyrir sumafrí með einhverju hressandi lagi. Þú lést hann heyra það, Egill, hann ætti að koma að syngja það ekki. Veistu einhver hvað lag hann ætlar að syngja? Mikill ostamestur. Nei, ég veit ekki, hugmyndu hvað lag hann syngja. Ég bara vona að vera eitthvað good shit. Já, heimtum að það verði eitthvað gott. Algjörlega, en stráka, það komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Já, eins og alltaf ber ég enga ábyrgð á því. Nei, og ekki ég heldur. Af því að ég fæði þetta sent og þetta eru tölvupóstar. Og íslensk celeb eru strákar, ég ekkert að grínast, ég veit alveg að svona þekktir einstaklingar eru oft með allt lóðrétt niður sig. En svona undanfarið, þá hefur þetta verið sérstaklega mikið og sérstaklega núna. Ég búinn að fá mikið af tölvupóstum eins og ég sagði hann. Hvað ertu með hann okkur? Snapchat og símtölum. Snapchat? Þetta Snapchat? Ég að fá 9 sekundar skúp, sko. Ég að fá skúp úr öllum áttum. Ok. Og já, vil ég fá að heyra hverjir í slúðrinu? Nei, ég byrja bara. Já, komdu bara með þetta. Er það ekki? Ég svolítið spenntur, mér finnst þetta skemmtilegt. Fyrsti móli, það hann Gísli Marteinn og Pétur félagarnir. Pétur Martins sem eru stattir í Ríó í Brasilíu. Já, þeir eru á HM. Þeir eru á HM. Ekki hægt annan að öfunda á því maður. Ég ætla að fara að segja í Bandaríkjunum hérna. Þeir líka eru allir rubbing it in hann í auglýsingunni eitthvað. Þegar þú sér þetta, þá ég í Brasilíu. Þú heima með allt niður þarna, ógeðið. Basically að segja það. Rúntandum á lager hérna með 50 skall á mánuði með buxurnar á hælum. Ég í Brasilíu. Þarna hittur þau samt sko naglanhöfuðið. Þeir eru svolítið með allt á hælunum. Það er svolítið? Já, eins og flesti vita, þá eru félagarnir úti. Það Gísli Marteinn og Pétur Martins og þeir eru stattir í Ríó og eru að fylgjast með HM. Þú veist, þeir eru að halda út í svona vídeobloggi, svona vídeodagbók. Já, kannski einhver hlustendur sem har ekki séð þetta, fatti. Ég var að svona fara aðeins yfir hvað það gerst. En fyrst var þetta svona svolítið saklaust hjá þeim sem félögum, sko. Þetta var svona vídeo af stemningunni úti, þú veist, þeir eru á leikjum og bara svona feskir, fatti. Og svo fór þessi vídeo að verða furðulegri og furðulegri. Og svona kannski grófari og grófari. Kannski betur þetta. En þeir félag voru svona, sko, þeir eru búin að vera alveg síðan fór út, þá eru búin að vera með svona ongoing joke eða svona ongoing flip að sko, þeir náttúrulega, veist, svo sem sko, þeir fóru náttúrulega alla leikjósleis og svo sem tapaði sem sagt, í svona leikjum á milli þeirra áður þeir fóru á leikina, fatturu hann þurfti að taka randið, borga á barnum og já, og þetta voru svona, þú veist, þetta voru svona byrjaði bara svona einhverju leikir, þú veist,
skilði, hnífur og steitblað og skæri og svona alls konar svona basic shit. En síðan fóru þeir að mana hvern annan í að fara í slella við einhverja stelpur. Hvað með þig og þess að hætt? Slella, það sleikur það. Já, þetta er slella. Varst að læra þetta orðið það? Nei, alls ekki. Þetta var í slúðri þar daginn líka, það voru einhverju slella. Já, þetta er bara, það kannast allir við að þetta er slella. Ertu ekki 30 árunni stendi? Herðu, má ég fá að klára slúðrið mitt? Hvað vittlis er þetta? Herðu, þeir voru allavega svona og voru svona að mana hvern annan að fara í slella, þú veist, svona og þú veist, það er annar þeirra valdi stelpu, skilur við, og hinn þurfti að fara í slella við hana. Þetta er fjölskyldu og ef hann náði ekki, þá þurfti hann að taka rándið, en ef hann náði þurfti þess að hinn að taka rándið. Þetta var svona leikur á milli þeirra, þú veist, bara svona flip, skilur við. Ég var bara að heyra þessu. Voru bara í slellum. Svo svona á kvöldin, þá voru orðnir svona smá tipsi, þannig er vitni, það margir Íslendingar úti sko, ég fæ þetta sendið hérna frá einum, þannig á kvöldin þá voru orðnir svona smá tipsi, fattaru, og eru farnir að sko vera bara í slella við hvern annan og eru svona farnir að skiptast á frá barinn og þeir sko stundum er sko, það er engin nálættum og engin bar nálættum, það var svona Íslendingur sem var stattur úti sá þá í slella í leigubíl og þeir eru vist komni með frönsur og nei það ángriðins og svo að vitni vitni sem sá það voru að leiðast og rífast svona leiðast og rífast, þrasa og svo fóruðu bara að byrja saman svo fóruðu bara í slella beint á eftir að voru búin að vera að rífast þetta er náttúrulega ekki hægt sko Ég veit að þetta er fjölskyldumenn og þetta er kjaftaði. En þetta er það sem er að frétta af þeim sko. Þetta er þú að heyra að Pétur Martins og Gísli Martins sé slella út í Brasilíu. Þeir eru náttúrulega þetta er flip sko. Þeir eru að djóka. Flipslelli. Flipslelli bara og svona djamslelli. Ég vil langt fyrir maður fór í flipslella. Já og þú mætti nú alveg taka eitt flipslella við tækifæri. Herru, þá er næsta slúður, næsti móli. Herru, það er Siggi Hlö. En hann lést í morgun. Steindi, ekki svona, nú er ég ekki að fýblast. Það er búið að taka fyrir þetta, glemt þessu. Hann er ekki dáinn og það mátti ekki eins og segja svona í útvarpi. Það var eitthvað fjölskyldans, hann hlustaði eða eitthvað. Ekki gera þetta. Og ég bara vissi ekki að það væri, ég er að fá þetta sent, veit ég. Já, þú veist alveg hann er ekki dáinn, ekki svona, þetta er óljótt. Herru, ég hoppa bara yfir þetta. Það er ekkert mál. Ég er bara gott, ég vissi þetta ekki gott, ég veit þetta, ég sá hann eitthvað fram á hann er ekki dáinn. Nei, það er flott. Siggi Hlö er hérna bara. Já, ég hoppa bara í næsta slúður. Já, það var kannski börnmanns að hlusta eitthvað. Nei, bara verið rólegir, ekki vera að skjóta sendibóðan. Nei, að Siggi Hlö sé dáinn. Finnst það að fyndi slúður? Nei, það er ekki fyndi. Mér finnst þetta bara allt annað en fyndi. Þess vegna ætla ég halda áfram og þá fer ég bara beint í þriðja mólan og það er Bjarni Töframæður. Það er sem sagt ásatíð töframanna var haldin með pomp og prakt. Ég veit rætt þetta áður. Ég er búinn að spyrja hvort það ef einhver íslenskur töframæður gert þér eitthvað í æsku eða bara hvað sem er. En svo er ekki. Og hvar er alltaf allar þessar ásatíðir töframanna og okkur eru þeir alltaf einhverju fyllir í að tengja daginn eftir eitthvað og hvar heyrir það þessu? Ég náttúrulega er að fá Þetta er ekkert í fyrsta sinn sem þú talar ásatíð töframanna. Nei, ég kem bara, ég skal koma inn á það. Ég er að fá, ég er með insider þarna sko. En ásatíð töframanna var haldið með pomp og prakt í veiðihúsi við Laxá í Leirársveit. Flott Laxá hana og það var mikil stemning, það var töfra, það var stíf drykja og það voru bara svona, þú veist, það voru topp mennarna, Einar Mikael, Einar Einstaki, Ingo Galdur, Tóti Trúður og Bjarni Töframæður, þetta var allir pakkin og þeir voru svona snáðast mikið hana. Það var verið að deila stöng í þessari Laxá. Veiðastöng? Já, meðan tveir voru að veiða, þá voru hinir svona inn í kofa, rassarúminn og svona snáðast, fattur þú? Það var svona að vera að djóka mikið, sko. Ég verði til að sæna minna þessu ásatíð. Já, þetta hljóma bara mjög vel. Gott flip. Já, ég er sammála. Svo minnætti, þá var Bjarni og Einar Einstaki hérna úti á og svona komni vel í það. Kom vel í glas þá? Já, sjálfsögðu, og komni vel í það og þá klárast beitan. Beitan klárast og þeir voru ekki með rækju eða gula bönir. Þetta var íslenskt slúður. Nei, þeir voru að klára slúðrið. Hvert er þetta að fara? Ég bara leiðum að klára slúðrið. Það gæti enda sem beita. Bara leiðum að lesa þetta. Tveir vel í því út í á. Shut your mouth, Við vitum allt hvað þetta er að fara. Shut it. Það var engin spótstrákar, engin ormar. Það voru ekki ormar, það var ekkert. Ég vil heyra slúðrið. Þannig að Bjarni ákveði sem sagt að hísja niður sig og leggjast á magan út í á. Akkurat. Og sko það er náttúrulega þekkt dæmi að laxinn tekur allt og býtu sko síðan er bitið á hjá honum.
Hann er að veiða Beit á? Hann er með náttúrulega félagann Og beit á? Onni á vatninu sko okay, Já, þetta lítur náttúrulega bara út fyrir að vera bara eitthvað lifandi sem er á ferðinu eitthvað, þetta var bara, hann býtur á lax Já, beit á, já Og hann náttúrulega bara fer upp á ánni með lax þarna í klofinu og það eru túristar þarna sem er að taka myndir Héldu náttúrulega bara að vera einn þarna og fíblast eitthvað og þessar myndir eru komnar inn á Sex Animal Hvernig myndir? Hann standandi með lax á Já, hann var náttúrulega bara í flippi að nota þetta sem beitu Kæru hlustendur í besta afsökunar Þetta er bull Hringt mikið í hann frá Amsterdam og vilja fá hann með live show Þetta var alltaf rugl Hann ætlar að slá til Hann ætlar að slá til Steindar Junior Hold up Hey For my niggas who be thinking we soft We gon' play We gon' rock it till the wheels fall off Hold up Hey For my niggas who be acting too bold Take a seat Hope you're ready for the next episode Hey Smoke weed every day HM á Hamborgarafabrikunni. HM tjaldið er á útisvæði fabrikunar í Kringlunni. Allir velkomnir í Borgara og Bolta á meðan pláss leyfir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, Kringlunni og Hótel Kea Akureyri. Langar þig á Justin Timberlake í sumar? Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Undir búðu komu hans, LGG3, hann er að koma. LG, lífið er gott. Hendrix við Gullinbrú sýnir alla leiki HM í beinni. Stór Carlsberg í frostglasi á 750 krónur. Hendrix og Carlsberg, léttöl, bestir í boltanum. Ert á leiðinni í frí innanlands? Veldu þér 2 vikna tímabil á orkan.is og vertu á 12 króna afslætti allan þann tíma á Orkunni og Shell. Orkan. Við vitum að allt getur gerst, hvenær sem er. Þess vegna er bílahjálp VÍS til taks allan sólarhringinn. VÍS, þar sem tryggingar snúast fólk. Bakpokar, svepppokar, tjöld og vindsængur. Allt á einum stað. Rúmfattalagerinn aðeins ódýrari. Lagðu saman nýjar umbúðir og drykk með svalandi appelsínu og blóðappelsínu bragði. Það er plús. Bragðgóð lausn. Gömlu góðu loftnetin verða enn betri með háskerpumyndlykli. Þú getur tekið upp efni á einni stöð og meðan þú horfir á aðra. Vodafone. HM á Hamborgarafabrikunni. HM tjaldið er á útisvæði fabrikunar í Kringlunni. Allir velkomnir í Borgara og Bolta á meðan pláss leyfir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, Kringlunni og Hótel Kea Akureyri. Sumarföt á alla fjölskylduna. Next, Kringlunni. Panvitis og smoothies og ljúffenglega góð tónlist allar helgar. Kofinn, Laugaveg 2. Rauður á leik alla daga milli 5 og 7 á Madonna. Madonna, rauður á stíg 27. 50% afsláttur í pool til klukkan 8. Biljartbarinn Faxafinni. Allt í fríið og ferðalagið. Rúmfattalagerinn aðeins ódýrari. Nú er Fréttablaðið komið yfir 32.000 spjaldtölvur og snjallsíma. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft.
Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Mikið rétt, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Við erum hér til 6 í dag. Guðjón Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson. Það styttist í Sverri Bergmann sem ætlar að koma og taka eitt svona gamalt og gott föstudagslag. Það sem að þetta svona síðast þáttu fyrir sumafrí hjá okkur strákum. En Egill, þú vildir fá að tróða einhver einnig, eða ekki? Push the button, Blondell. Já. Hvað er að fara að gerast? Push the button. Push it. Já, býttu maður, ég var búin að gleyma að vera með trailer fyrir þetta. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, menn er dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Þetta er svo tæpu trailer, hvað maður? Já, veistu, ég hef alltaf jafn gaman að þetta. Já. Ég verð að vikina, þetta er hrikalegt. Það er sem sagt komið að spurt og svarað hér í FM 95 Blö. Yes. Egill sagðist þeirra búin að drukna í spurningum og yrði að fá að koma meina. Já, sko, ég er svona veltaði fyrir mér Blondell, hérna, hvað maður vera með margar? Maður vera með 5 í dag? Nei, þannig. Ferskur í bara... 5 spurningar? Nei, kannski bara vera með eðlilega, kannski bara 2-3 ár, ok. Ég ætla að byrja bara á fyrstu hérna. Já, svo ætla ég að minna þetta, við gefum líka eftir 6 Mortens og 6 bjóra í fabrikutjaldinu, HM-tjaldinu í Kringlunni. Já. Gleymdi að segja fyrir því á. Ok. Ok, já, hvað er þetta með að segja hérna, ég verð með eitt byrja hérna frá okkur meistara, og ekki bara renni yfir það. Já, þetta er bara þinn liður, ég veit ekki, hvað er þetta að gera? Nei, bara renni yfir það. Ok, hann byrjar svona. This letter I'm writing. Frá hverju með þetta segir þú? En heitir Uggi. Heitir hann hvað? Heitir hann Uggi? Uggi? Bara svo fisk? Uggi. Uggi. Ok, og er þetta viðkjönd nafn eða? Ég bara segi hverja Uggi. Ég veit það ekki. Hvað veistu, og ég fara... Við skulum ekki Nei, ég fara að googla hana. Nei, þetta er bara hljóma svolítið eins og made up name, en ekkert mál. Og hann segir, this letter I'm writing supposed to find its way to the hands of one of the most muscular musicians in the universe right now. Þetta er Íslandingur eða ekki? Jú. Er þetta alltaf einsku það? Nei, hann byrjar bara svona. The letter is going to be extremely safe in these hands because these hands are ridiculously muscular. Þú varst ekki að fá þér ekki að reyðið það? Nei, ég er ekki að Hvaða meistari er þetta? Ok, hver spurningi segir þið? Ég er búin að segja hann segir sér vil byrja á því að segja að mér finnst þú vera einn magnaðasti tónlistar snillingur sem við Íslendingar eigum. Hvernig þið tekst að setja svona fallega bóðskap inn í svona geggju danslög er bara ekkert minna en stórkostlegt. Þetta er bara, maður fær bara svitna á bakinu sko. Ekkert mál. Mér langar út. Hann segir síðan, eat shit and you become shit. Ha, geggjulína. Síðan er ég búin að lifta í mörg ár og ég er bara mestarlagi 1/20 af þínum líkama. Alveg saman hvað ég gerir, mér finnst ekkert gerast en síðan sé ég þið stökkbreytast í hverri viku. Hvað er að gerast þetta? Hver er spurningin? Egil, segðu svo að varst að fá þér í gerð? Nei, ég var ekki að fá mér í gerð, hvað er? Ertu farin að rífa flippana? Á 50 dagar í gerð sko. Ertu farin að hella þér í glas þegar þú skrifar þetta? Síðan segir hann, eitthvað að ræða trísepunaður eða deltóitana. Síðan fór ég í klippingun daginn til Robbaði Carter, fyrir mig klippinguna þína. Hún fyrir mig samt ekki alveg að vel og þér, en ég er samt alveg mjög sáttur við hana. Bara mjög mikið good shit sko, hvað ég að Uggi. Fylgur meistari, ég er ánægð með hennan. En byrju, hver er spurningin? Þetta er spurt og svara? Það sé ekki bara... Hann spurði þig ekki að hennu? Það sé ekki bara hérna... Eftir hann klikka, glemtur að skrifa spurningun inn í það? Nei, bara ég veit, ég fekk þetta send. Hann sendi þetta bara. Liðurinn heitir spurt og svaraði þig ekki? Hver er spurningin? Áttu ekki að svara honum eitthvað? Hann sétt sem hann segir er bara mjög mikið good shit sko. Síðan hann skilur hvað ég að Uggi. Ég veit það ekki, bara... Þetta er bara stendur svona, hvað er að ykkur? Síðan er ég búin að vera að lifta í mörg ár. Ég er í mestalagi bara 1/20 af þínum líkama. En byrju, ok, var það semst bara að vera að hrósa þér eða? Þetta er góð punktur, ég sé ekki alveg ekki beint spurninguna þarna.
Herðu, hvað að gera? Gleymdur að gera spurningu, Egill. Sko, þetta er náttúrulega ekki hægt. Nei, nú þessi liður komin á endastöð hjá þér. Þetta er góð mótur. Öggi hefur kannski, ég veit það ekki. Hann kannski spurningi sést kannski ekki mjög vel hana. Þetta sé falin spurninga. Ég veit ekki. Ég efast það. Mér fannst eins og það væri bara að hrósa þér núna í svona nokkra mínútur og svo kom ekki spurning. Ég veit ekki, kannski bara fara í næstu spurningu það. Næstu spurningu? Nei, alls ekki. Bara segja þetta gott. Hvað meinur þið? Það kom ekki þessu spurning. Þessi liður eru kjössalega komin að endastöð. Hvaða rugl er þetta? Þetta er fyrsta sinni sem ég bara álega ekki til orði í þessu lið. Og hef ég heyrt vitleysunum. Þú glemdir að búti spurningu, hálfvitið. Förunautar, það er Steindi Junior sem opnar þessa innkomu og við hliðina mér er Egill Gils og á móti mér er Auðun Blöndal og þú ert að hlusta á FM 95 Blö og það er komin góður gestur í stúdíó. Já, við eigum svona nokkra, það eru nokkri góðvinir þáttarins. Það eru nokkri ættingar og þetta er Sverrir Bergmann. Já, sælir. Velkomin, við ætlum að gefa þér gott lóaklapp. Og það vil svo skemmtilega til að Sverrir Bergmann var með þess að í fyrsta FM 95 Blöðþættinum og búin að vera í fleirum heldur nokkur annar held ég. Það er að segja fyrir utan. Búin að slá í gegn með föstudagslæði í gegnum árin. Já, í gegnum árin. Já, ég get sagt það. Við erum að vera að þryggja það núna, og já, við svona, þetta er eiginlega, sko, Egill baður að ljúga. Þetta er ógeðslega vont. Þetta er eiginlega bara hræðilegt. Hvað er aðvaklið það? Þetta er svona upprifunar þáttur. Já, Egill baður Svessum að koma að syngja. Maður heldur að heyra hann syngja þetta í dag. Og meðan að þið voru að hlusta á Coldplay, þá var Sverrir að spurja Egill, hvaða lag á ég eiginlega að syngja? Og ég spyrir Svessa, hvað er þetta ekki eins og búin að ákveða lag? Nei, þá var þetta vist Egill sem var búin að plana þetta allt og Svessa átti að koma og syngja Simply the Best með Tina Turner og segja að væri að því að við erum uppáld útastátturinn hans. Besta hugmyndið í hengi, takk fyrir eðilega það. En veitu, akkur var mér ekki sagt frá þessu? Þetta er bara eitthvað sem Egill koncept sem ég var með. Ég spyr bara akkur var mér ekki sagt frá þessu. Nei, þú bara bóðar. Ég ætla bara að fá því. Þetta er bara að syngja eitthvað. Já, þetta er bara að segja að þetta var uppáhalds útastátturinn minn og syngja Simply the Best. Sko, söngfugl. Lífið er ekki mjög flókið, sko. Ég er að bóka þennan gig, gerðu bara sem þið sagt, shut your mouth, syngdu. Þú ert ekki að koma inn og rífa kjátt og eyðileggja sétið mitt. Búin að klaga og... Fylgir ekki venjuleg ráðning og maður fær eitthvað cash fyrir þetta? Er það alltaf það er ekki alltaf bóka, þetta er góðgerða cash. Þetta er góðgerða gig. Sko, cash is king. Ok, víst að þetta skím hjá Agli... Það er búið backfire. Já, víst að það backfire, við vikum það. En við erum komni með Sverrir Bergmann. Og hann er þekktu fyrir að taka föstudagslægið hérna í gegnum tíðina. Erum við þá ekki að fara að plata til að syngja? Taktu sann Simply the Best. Þú erum að eyðileggja fyrir mér hana. Ég kann það ekki. Það er hérna. Ég er ekki flókið. Simply the Best. Ég var til í að heyra þið syngja bara törmundi 2 tímið. Græjan er komin á. Þetta er ekki flókið. Þú nú farið í karaoke-aður. Simply the Best er enda flott lag. Ég hef aldrei heyrt það hérna. Vinnaðin er að syngja. Nei, ég skal ekki hjálpa þér en ég skal setja alltaf stað fyrir þig. Veitum, eigum við ekki syngja með það? Jó, sjálfsögum. Herru, ertu ready? Þá var það Egill, segðu hlustinu, hvernig vildur að Svessi myndi að hafa þetta? Og ég að tala fyrir Sverrir nú. Ég heiti Sverrir Bergmann og ég er að koma með þessi gestur í dag og ég ætla að syngja Simply the Best því að mér finnst FM 95 Blöð vera besti útastáttur sem ég á ævinni heyrt og ég er mikill aðdáðandi og þetta er mín gjöf til ykkar, strákar. Þetta er allt sem maður að segja á Video Game Boy. Ég elskar það Svessboy er búinn að koma á að syngja fyrir okkur hér í síðasta þættinu fyrir sumarfrí. Vel gert. Takk fyrir þetta Svess. Og þetta var bara vel valið hjá þér Egill. Valdi lagið. Hann rúlaði þessu. Vá, þú ert snillingur. Við líðum spá eins og við séum svona tipsi á livepub núna. Já, en samt, nei, þá væri þetta aðeins verra held ég. Já, tölvöld verra. Maður við labbað það út með allt neyru sim. Já, en þetta var virkilega góð framistæða hjá Svessa, kom hérna alveg óundibúinn og já, ég myndi segja að það bara gengið mjög vel. Takk fyrir þessa gjöf, Svess. Þetta var glæsilegt. Hér eftir smástund eru augljósa staðreyndir og já, Steindi Junior var með fréttir á hann. Þetta gæti verið í síðasta sinn sem er með augljósa staðreyndir. Það gæti verið þá. Gæti verið, því að kannski kemst það ekki í FM 95 Blöðdagskrona næsta haust. Nei, setni í partsjómas. Ég er með svo mikið að við erum að fara, strákar, við erum með hellinga hugmyndum og við erum að fara að koma svo feskir inn að ég gæti hvart augljósar. Ok, þannig að... En mér hlakka til að taka þér og eftir. Ekki missa þá af, já, kannski síðustu augljósu staðröndum FM 95 Blöð, hér strax eftir auglýsingar.
FM 957 kynir í samstarfi við Shell V-Power og Sonax. Myndaleg Shell bíladaga 2014. Ef þú átt flottar myndir frá nýjastöðnum Shell bíladögum, þá hvetjum við til að senda inn í myndalegin sem hýstur á Facebook síðu Shell V-Power á Íslandi. Þú gætir unnið 50.000 króna eldsneytisinneign frá Shell og 50.000 króna bónpakka frá Sonax. Athugið, einnig eru gefið verðlaun fyrir annað og þriðasæti. Allar upplýsingar myndalegin finnir þú á Facebook síðu Shell V-Power. FM 957 Shell V-Power og Sonax með þér á bíladögum. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvæntu útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. Undirbúðu komu hans. LGG3. Hann er að koma. LG. Lífið er gott. Breaking Bad eða True Blood? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Q-breiðhjólin fást í TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. Cube your life. Hjólaðu í sumar. Þú farið rétta hjólið hjá okkur. Markið Ármúla 40. Sumar tilboð Aktu Taktu. Osborgari og kók á 699 krónur. Aktu Taktu. Túborg og Pepsi Max kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum. Framkoma, Kvarasi, Baggalútur, Skálmöld, Sálin, Fjallabræður ásamt Sverri Bergmann, Helga Björns og Jónasi Sigurðssoni. Tryggðu bestu ferðinni í Herjólf. Forsálagi Fuglum gangin og dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Þar sem hjartað slær. Við á Glow höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Stelpur og strákar, fötin fást í Next Kringlunni. Smáralind er opin til 7 í kvöld. Vertu velkomin. Smáralind, góða skemmtun. Er maginn byrjaður að ýlfra? Munnvatnsframleiðslan að aukast? Illt í svangininu litla? Söllabátar, bandamaður í baráttunni við hungrið. Fyrsta golfmót golfstöðarinnar og eitt stærsta mót ársins verður haldið á laugardag á Urriðavelli. Heildarverðmæti vinninga er yfir 3,5 milljónir króna. Meðal annars golfferð til Englands með Icelandair og GB-ferðum. J. Lindeberg fatnaður frá Kultúrmenn. Myndavélar frá Samsung setrinu. Golfkillur frá Hole-in-One golfversluninni. Gjafakarfa frá Vífilfelli. Og glænýr Toyota Yaris til eignar í verðlaun fyrir holu í höggi á 13. Skráning er hafin inni á golf.is. Golfstöðin. Allt á einum stað. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er rétt, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Við sitjum hér enn strákarnir og verðum allavega í 20 minútur viðbót. En það er komin núna. Ég peppaðist alltaf upp við þetta. Simply the best. Þetta er rosalegt. Þetta var rosalegt. Þetta er rosa pepplag, sko. Þetta var vel gert að plana það að fá Svessa til að syngja fyrir okkur. Mjög gott. Þetta hefnast næsti þér og næsti er búin að ljúga það sem þú vildir að myndi segja. Lagaði mig. Herru strákar, það er komið að augljósum staðreyndum. Yes. Alveg rétt. Og já, ég ætla nú bara að biðja þig Ötti enn og aftur að íta á betan. Já, það er Betti, það er Mr. Selfridge Betti. Það er Mr. Selfridge. Hann er hér. Hann er hann, jú, þetta er Mr. Selfridge. Já. Ég geti ekki hort á þættina á þess að bara hlæja heima með mér. Mr. Selfridge þættina? Þessi er búið að skemma þann takt, sko. Já. Er það ekki? Já. Mér finnst þetta að vera meira svona augljósa staðrendir heldur en Mr. Selfridge. Sammála. Mér finnst það. Já. En nú er ég bara að tala frá mínu hjarta. Og það er augljós staðrend. Það er augljós staðrend. Eru þið klárir? Þarf ekki að hækka þessi í betanum eða? Það á ekki að heyri í þér. Svona, hana. Herðu, ok, Ötti, þú ert klár.
Ég er klár. Þú þarft alltaf að... Já, ég veit að þetta gengur svolítið út á mig. Já, þú horfir í augun á mér á meðan ég tala. Sem ég aldrei skilið, en af því að þetta er kannski síðasta sinni sem út með þetta, þá skal ég stara í augun á, sérðu hvað ég er tilbúin. Já, en ekki samt kannski ómikið, þá er það óþægilegt. Svona finnur línuna sjálfur. Þá er það komið að fyrstu augljósu staðreynd dagsins og hún hljómar svona. Þegar talað er að vera í glasi, þá er bara verið að tala að menn finni á sér. Að þú veist, þú ert ekkert í alvörunni í glasi. Þú ert ekki onni í glasi. Það glös er ekkert nógu stór fyrir... Var þetta léleg á að byrja aftur það? Nei, það er ekkert byrja aftur, bara taka næstu þig ekki. Byrja aftur. Er það bara svona hrætt yfir þetta? Nei, hvað? Nei, þetta fannst mér gott, þú veist, þegar við erum að tala að vera í glasi. Já, djúðlum, hann var bara í glasi í gær. Þá var hann ekkert onni í ykkur stóru glasi. Nei, hann bara finnur á sér. Menn eru náttúrulega bara 1,80. Þetta er bara að vera að tala áfengismagnið. Akkurat. Heyrðu, þá er komið að annarri augljósi staðreynd dagsins og hún hljómar svona. Mamma þín, Öddi, hún er ekki hrein mey. Herru, hvað er þetta með mömmu mín og pappa alltaf hérna? Pappi sé ekki hreinn sveinn og eitthvað, hættu þessu. Ég meina, hélstu það? Nei. Annars verður þú ekki til. Akkurat. Mamma þín er ekki heldur hrein mey. Nei. Þá höldum við áfram. Þriðja augljósa staðreynd dagsins. Hún er mjög augljós og er mjög skemmtileg. Það þarf ekki að nota slökkvitæki til að slökkva ljósin heima hér. Þú þarf ekki að nota slökkvitæki til að slökkva ljósin. Það er bara svona rofi. Já, akkurat. Slökkvitæki var eldur. Það var líka bara suppulegt að nota tækið alltaf til þess að reyna að slökkva ljósin. Ertu ekki sammála? Jú. Þá komið að fjórðu augljósu í staðreynd dagsins. Það er svona kannski komin tíma á frí fyrir augljósar. Maður finnur það. Þið eruð ekki í stemningu. Jú, fínasta stemning. Komið að fjórðu augljósu í staðreynd dagsins. Hún hljómar svona. Snákar geta ekki tróðið í körfubolta. Þeir eru ekkert með hendur. Já, það er að stjórna að stoppa á. Hvernig þetta er ekki að tróðið þegar þeir eru ekki með hendur? Þeir geta ekki hendur til ekki þryggjast það, skot. Nei, en það er ekki svo þeir geta tróðið. Hvernig ætlar að halda á körfuboltanum? Þetta eru snákar, sko. Mér fannst þetta mjög gott. Þá er komið að augljósi spurningu. Ég ætla að enda þetta þannig. Enda þannig. Spurðu Svessa eða... Glæsilega pakka. Nei, ég ætla að spyrja þig. Ok. Tilbúin auðvitað. Fyrir, hvað, augljós spurning? Augljós spurning. Og hún hljómar svona. Vistið Selfelsur undir og allt í standi. Af hverju fara hundar ekki í ríkið? Af hverju fara hundar ekki í ríkið? Það er svona 1.000.000 ástæður. Eins og drekk ekki? Já, ekki, ég var ekki að leita til því. Bara, þau get ekki pening. Ég aldrei sé hund með pening. Nei, en ég var ekki að leita til því. Rat ekki? Nei, ok, þetta er bara, ég get verið í allan dag, sko. Ég reyndi ekki skeinu svo enn, þetta getur komið núna. Af hverju fara hundar ekki í ríkið? Já, það eru... Bara, ég veit það ekki, Steindi. Já, á ég að segja það? Endilega. Já. Þeir eru ekki með einu skilríki. Þetta var augljóst, maður. Þetta er búin að taka betan af. Já, finnur þú hvað þetta verður óþægilegt fyrir að taka hann af? Já, þetta er miklu verða svona ef það er ekkert undir. Sett hann aftur á. Þetta voru augljósa staðrændir þennan förstu daginn. Þetta var fest, myndi ég segja. Já, mjög fest. Frá þér til hlustendur. Já, ég ætla að segja, vonandi eitthvað sem við munum aldrei gera ykkur, að let you down. Þá við séum að leiðin í smá sumafrí. 1 mánuður, hann er nú fljótur að líða. Hann er fljótur að líða, já. Þeir eru ekki líka allir erlendis í júli, það er enginn að hlusta. Jú, og svo kannski bara saknar okkar enginn. Nei, svo getur það verið líka. Vonandi er það ekki svo. Hvort sem þið saknar okkar ekki, þá ætlum samt að mæta þetta 8. ágúst. Þið losnið aldrei við okkur? Nei, tróðum okkur inn á okkur. En sko, ég ætla að spyrja þig, Egill, þetta er enda eitt sem ég ætla að vera löngu búin að spyrja það. Það var einhver sem var að benda mér á, þú varst í einhverju viðtali daginn og einhverjar bodybuilding síðu eitthvað hérna sem heitir thumpwise.com. Það er ekki bodybuilding síða, það er mjög virt raftónlistasíða. Undir síða fyrir Wise sem er mjög virt síða. Er Muscleboy hérna Going Global eða? Það er bara því miður stefninni það. Já, mér gæti ekki verið meira saman það. Það sem mér hins vegar ekki samum, það kemur hér í viðtalinu. Og þú ert spurður hérna, þetta er langt viðtal, svo kemur hérna, how did you get into electronic music? Þá skrifar þú, eða svarar, I've always loved it. When I'm writing my next bestseller, I listen to electronic music. I listen to when I work out, when I poop, when I party.
It was the passion that made Muscle Boy the most respected DJ in Iceland, segir Svo kemur hérna. And soon the world. I have a radio show each Friday on FM 95.7 with Autumn Blondell and Steindi Jr. It is the most popular radio show in Iceland amongst young people. Svo kemur gjössan upp á þurru. Autumn Blondell, who is extremely bald, hosts the radio show and hates electronic music. Nú spyr ég, af hverju gæti ekki bara staðið Auðun Blöndal, hosts the radio show, og hvað að vera extremely bald? Heimska flón. Hvenær maður bold og hver munun á bold? Og ég extremely bald. Og kannski bara staðið, þú veist a nice guy. Ég bara í ykkur viðtali og talað af mér eitthvað, ég veit það. Talað af þér? Hann var í Autumn Blondell, who is extremely bald, hosts the radio show. Akkur ekki bara, and Autumn Blondell hosts the radio show and he hates electronic music. Nei, hann hefði ekki eins og það að segja, þessi setning algjörlega óþarfi. Hann var búinn að segja hann á föstudögum með okkur, punktur. Næsta spurning, en hann bætir þetta við. Og ef þetta eitthvað geðveikt virt síða, okkur gæti það ekki sagt eitthvað fallegt? Ég sagði allt fallegt nema hann extremely bald dæmið. Ég sem að kemur svo gjössan út bara upp á þurru líka. Akkur, var hann að spurja þig? Spurði hann eitthvað hvernig hárað, okkur talar ekkert hára á Steindi? Það myndi þetta ekkert að hárað á mig, ég veit ekki, hárað á þér. Ég sko, það er svo sem ekkert að frétta mínu hári, þetta er bara svona, ég með svona íslenska músagráa litinn og það er ekkert svona... Hvað ég segja þetta hár? Þetta er bara venjulegt hár sko, en þú ert bold. Já. Það alltaf leið. Og ég veit ekki að ég hefði að taka þessi extremely bold, hefði ekki að segja... Þeir haldur ekki bara ég segja eins og Páter eða eitthvað, sem bara ekki með augabrúnir. Þú segir bara eyrnapinni? Já, Páter. Það er að vera extremely bold, þá er þetta ekki með neitt hár bara á líkamæðinum. Já, þú meina, já, ég skilði. Já, þeir halda það Páter. Þeir haldi þessi bara eins og Páter, hlaupandi eftir eldingum. Extremely bold, þetta var smá óþarfi. Ég byrði afsökunar á þessu. En veitu hvað við ætlum að gera núna? Sætla er að gefa en að þiggja. Þannig að við erum að ringja í 511-0957 ef ykkur langar í 6 Mortensborgara, 6 bjóra í Fabriku tjaldinu, H&M tjaldið hjá Fabrikunni í Kringlunni og ég er búinn að kíkja á leikarna, það er ríkala nett aðstæða. Elskar að gefa shit. Hvernig finnst þér að hafa spurninguna að hlustendur eigi að gíska á hvenær þú mistir hárið? Já, hvaða ári snóðaði það? Já, hvaða ár snóðaði það? Ég hef sagt það í þættinum, þannig að nú það fólk verður bólust á. Þetta er H&M tjaldið í Fabrikunni í Kringlunni og við ætlum að gefa hérna 6 bjóra og 6 Mortensborgara og þetta er sem sagt fyrir 16 úrslitin sem er á morgun og það er Brasilia-Chile. Þannig að hvað er skemmtilega að fara á lögadegi og fá sér? Ég ætla bara að bæta strax að þinni, ég held að Chile sé að fara að taka þetta. Þeir eru búin að vera virkilega feskir og ég held að Brassarnir, hvað vil ég ekki bara kötta meira á mig? Það er ekki verið að hætti í svo hætti. Vertu velkomin á línuna, kæra hlustandi. Já, blessaður. Hvað segir þið þá? Mikill ostamestar. Ég er ósköp galvaskur bara. Nei, það ekki? Það ekki? Jú. Herðu, þið langar að fara að H&M tjaldið á Fabrikunni, ekki? Jó, heldur betur. Og fá þér 6 bjóra og 6 Mortens, vonandi gefur eitthvað með þér. Já, það er ekki verða. Tekur eitthvað með. En þarft að svara spurningu. Já, hvaða ár lét ég hárið á mig loksins fjúka eftir að Sveppi og Pétur Jóhann pikkuði í mig og svo að það var komin tími? Fær hann valmöguleika? ABC? Er það? Gefið valmöguleika í þessu, er þetta bara að svara? Er þetta ekki bara ABC, þannig að það gætu endað í 3 símtölum? Ok, þetta er ABC, þetta er annarkvort A 2005, B 2006, C 2007. Ég held að þetta hefur verið 96. Ég ætla að giska á 2006. Það er hárrétt hjá þér. Hárrétt! Búin að vinna þér 6 borgara og 6 bjóra í H&M tjaldinu á Fabrikunni. Og hvað heitir þú, vinnur? Ég heiti Guðmar Hauksson. Guðmar Hauksson. Tekið þetta niður. Með hvað liði heldur í H&M? Ég? Ég er að halda með Belgíu. Þeir eru með svo spennandi lið. Vel gert. Það er með flotta mannskap en ekkert búin að vera að spila neitt rosalega vel samt. Það er ekki búin að vera að spila allt og vel, en þeir eru samt komnir áfram og ég held að þeir muni standa sér betur í 16 lega. Ég sammála því og þú getur farið allavega á morgun og horta á Brasilia-Chile og fengir burger og bjóri í H&M tjaldinu hjá Fabrikunni. Á laugadegi, þetta er að fara endi rugli hér, ég ætla bara að láta það vita það strax. Ég myndi hringja alla viðniðina og beðast bara afsökunar fyrirfram á hegðun þinni í annarkvöld. Klára þetta bara. Og ef þú dettur í þvíleikan gír, þá kemur þú norður og Sauðárkrók. Endilega bara. Ok, takk fyrir að ringja. Og veitu hvað, sæki þetta einhvert eða fer ég bara á hamburger? Þú fer bara og ég verð búinn að senda nafni þitt. Já, verður bara undan einhverju gæði sem þykist þér og þú. Takk fyrir ekki, bye. Þetta var ekki flókið. Nei, en það er eiginlega bara komið að lokum hjá okkur í dag, strákar. Er það bara þannig? Já, við erum að fara bara núna hérna í mánaðafrí í FM 95 Blö og við erum eftir að sakna ykkar, vonandi þið eftir að sakna okkar, kæru hlustendur. Nú ætla ég að fá að kasta bolta. Við mætum galvaskir hér. Maður svona kastar alltaf fram pælingum. Er einhver pæling að þetta er svona síðasti þáttu fyrir frí, mánaðafrí,
Við skulum ekki vera að gera ómikið úr því. Nei. Þetta bara mánuður. En einhver pæling að enda þetta á 1.8 alltaf? Nei, það hins vegar pæling því að það smá séns að við myndum vera með þjóðatíð þátt. Þá komum við viku fyrr. Já. Þessna held ég að sé bara við hæfi, ekki allir að fara á þjóðatíð? Já, endið á Johnny. Já. Ég vil ekki til það. Takk aðeinslega fyrir hlustununa, hafið það gott í júli. Við heyrumst, í síðasta lagi 8. ágúst. Kæru hlustundur. Þig á Justin Timberlake í sumar. Legðu sumarlaunin þín inn á námureikning hjá Landsbankanum og þú getur unnið miða fyrir 2 á tónleikana með Justin Timberlake í ágúst. Skráðu þig til leiks og kynntu þér kosti námunar á landsbankin.is/náman. Landsbankin. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittun á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Liverpool eða Man U. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. 12 króna afsláttur í 2 vikur á 67 bensinstöðum Orkunar og Shell í sumar og glæsilegi vinningar í lok sumars. Það meinti bara að halda sumargleðin væri komin aftur. Orkan. Túborg og Pepsi Max kynna í samstarfi við N1, Þjóðhátíð í Eyjum, Framkoma, Kvarasi, Kalljón, Retro Steffson, Skítamorall, Mammút, Jón Jónsson, Baggalútur, Fjallabræðið með Sverrir Bergmann, Helga Björns og Jónasi Sigurðssoni, Skálmöld og Sálin. Tryggðu bestu ferðir í Herjólf, Forsalagi fullum gangin og dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum, þar sem hjartað slær. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Aktu taktu, sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 699 krónur. Aktu taktu, beint í bílinn. Mikið og flott úrval af flottum barnafötum. Next, Kringlunni. Þar sem Ölver 30 ára í sumar verður frábært afmælistilboð á öllum leikjum HM. Kaldur á krana á aðeins 600 kall. Ölver. Nú fréttablaðið komið yfir 32.000 spjaldtölvur og snjallsíma. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö í dag klukkan 4 til 6.